Guðmundsdóttir. Já, takk fyrir það. Ég vil bara eins og svo margir hér áður þakka fyrir það góða starf sem hefur verið unnið í þessum reglum og ég held að við séum bara á mjög góðri leið með að samþykkja reglur sem að munu nýtast okkur vel og við höfum þá þetta ákvæði að það sé hægt að breyta og bæta ef að það kemur í ljós að við þurfum að gera það. Þó að það sé að sjálfsögðu best að þetta sé hvað skýrast áður en að við hefjum störf. Mér langar bara að gefnu tilefni að taka undir þetta með jafnrétti kynjanna að það að sjálfsögðu þarna inni vegna brýnnar nauðsynjar og það nú þannig að þegar að jafnréttishugtakið hefur verið útvíkkað og farið að telja upp fullt af hópum að þá vill jafnrétti kynjanna oft verða útundan. Það eins og Þórhildur benti svo réttilega á að jafnrétti kynjanna skarast á við í alla hópa vegna þess að einfaldlega að konur eru helmingur mannkyns þannig að við þurfum virkilega á þessu að halda þó að við þurfum vissulega á því að halda að gæta jafnréttis á öðrum vettvangi líka. Þetta með dreifbýlið og höfuðborgarsvæðið, það mér mjög hugleikið vegna þess að sjálf ég fædd og uppalin út á landi og ég mjög skeptísk varðandi þetta sem við höfum orðið mjög vör við og jafnvel inn á hinni háa Alþingi að það verið að reyna að setja fleyg á milli þessara tveggja hópa sem að gjarnan lítið svo á að við séum tveir hópar sem búum í þessu landi. Við þurfum á því að halda að vinna gegn þessum hugsunarhætti og hér að sjálfsögðu erum við mjög mörg sem að lítum þannig á okkur sjálf að við séum þó við búum á þessu svæði á höfuðborgarsvæðinu að þá erum við landsbyggðarfólk í eðlu okkar en auðvitað erum við fyrst og fremst Íslendingar og það það sem við þurfum að halda til haga í þessu samhengi að við erum einn hópur og við þurfum ekki á því að halda að það sé verið að alltaf að hamra á því að við séum einhverjir tveir eða fleiri hópar sem að byggjum þetta land. Takk.